gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn,
Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Já, verið velkomin hérna góðar áhorfendur á útsendingu KA TV frá leik HK og KA. Þetta er leikur í 18. umferð inn Kassódeildarinnar. Þetta er lokaleikur 18. umferðar og já, fer fram hérna í Kórnum í Kópavogi. Liðin eru í mismunandi stöðu í deildinni. KA getur með sigri farið á toppinn og meðan HK þeir eru hérna við botninn og ekki voru góð úrslit fyrir HK í dag að Huginn vann Leikni á Fáskrúðsfirði sem að þýðir það að þeir fara einu seti neðar fyrir þennan leik. Við erum hérna aðeins að koma okkur í gang hérna. Bíðum eftir að Óskar Helgi Adamsson mæti á myndavélina hjá okkur. Já, KA-menn eru sjálfsögðu í gulum og bláum í dag og meðan HK spilar í mjög svipuðum búningum og KA leikur á útivelli í gulu, rauð og hvítu. Hendi hér strax í byrjun. Það er ekki fjölmenni hér í stúkunni en flestir sem eru mættir KA sem er mjög ánægilegt.
Alexander Trynsits nær þessum bolta og kannski ekki endilega besta sendingin hérna. Já, kemur ekki óvart ef að Káa stýri þessum leik svolítið. Fyrri leikur liðana á Akureyravelli í sumar fóru með 2-0 fyrir Káa sem að Káa var miklu meira með boltan. HK mun væntanlega að reyna að beita skyndisóknum. En já, lið Káa hér í dag, Rajkovic í markinu. Svo erum við með Baldvin Ólafs, Guðmann Þóris, Davíð Rúnar Bjarnason og Hrannar Björn í vörninni. Skulum aðeins bíða, sjáum hvað gerir hérna. Elvar Árni með boltan inn í teig. Næra, snúa. Gerir Hallgrímur. Þetta kemur fyrirgjöfin. Og þeir komast í burtu. Og heimamenn reyna að koma í svona fyrstu alvöru sókn. En glæsileg vörn, nú erum strax komin um boltan aftur og höldum pressu. Já, við klára telja upp lið Káa, svo erum við alltaf með hann Ásgeir Sigurgeirs, Elvar Árna, Júra Grísel, Hallgrím Má, Alexander Trynsits og Archie N. Kumu. Byrjunarlið HK er eins og Arnar Freyr Ólafs í markinu, svo erum við Birkir Val sem er fyrirliði, Hinrik Atli Smárasson, Leifur Andri Leifsson, Guðmundur Þór Júlíusson, Ragnar Leósson, Kristófur Eggertsson, Hákon Ingi Jónsson, Bjarni Gunnarsson, Ágúst Freyr Hallsson og Jökull Elísabetarsson. Eins og þetta fer svona nokkuð rólega af stað hérna. Við erum aðeins að reyna að finna takt og sjá hvar veikleikar eru í þessari vörn heimamanna. Það mun reyna svolítið á þessa vörn hjá þeim. Ásgeir reynir stungusendingu, gengur ekki. Hallgrímur gerir vel, heldur boltanum. Nú kemur fyrirgjöfin. Elvar Árni sendir hann út. Það er enginn þarna. Já, Guðmann Þórisson þarna. Davíð Rúnar fyrirliði rólur á bolta að sjálfsögðu. Já, 4 mínútur verða búnar að þessu og já, mér sýnist að stefna svolítið í svipaðan leik og á Akureyri. Vel spilað hérna Júræ, hvað gerir hann? Elvar Árni tekur hann niður hérna, reynir skot, beint í varnarmann. Bjarni Gunnarsson hérna reynir að koma upp kantinn. Ekki margir möguleikar hérna hjá honum. Setur hann yfir. Kristófur hérna með boltan, Kristófur Eggertsson. Sjá líka hvað liðið er vel skipulagt inn í vörninni. Menn vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera til þess að halda markinu hreinu. Káa hefur nú gert þó nokkuð skipti í sumar. Rangstæða hérna á Bjarna. Káa tekur þetta fyrir átt. Já, eins og segja, þetta er lokaleikur 18. umferðar.
fyrir í dag unnu Þórsarar Fjarðabyggð 3-1. Þannig að Þórsarar eiga ennþá tölfræðilega möguleika á að fara upp. Þeir eiga reyndar erfiða leiki eftir. Og Leikni Fáskrúðsfirði tapaði nágrannaslag á móti Huginn. Hvað er að gerast hér? Glæsileg vörn. Það er markspyrna. Guðmann Þórisson með frábæra tæklingu sem virðist hafa farið þá aftur í hann Bjarna hana. Og KA fær markspyrnu, heimamenn ekki par sáttir og ég er svo sem skilur það, mér sýndist Guðmann bara tækla hann út af. En við tökum þessu. En já, Huginn vann sem sé Leikni Fáskrúðsfirði 4-2 í dag sem að þýðir það að HK þeir þurfa eiginlega allavega á stigi að halda í dag. Þannig að þetta gæti orðið smá múr. Ásgeir reynir að koma sér í gegn hana en vel varist heimamönnum. Baldur reynir að berjast gegn Bjarna hana, fyrirgjöfin kemur. En Ágúst Freyr nær honum ekki, hann er svona haldur hann minna á endanum. Kemur með fyrirgjöfina hérna og Rajkovic að sjálfsögðu grípur þetta. Rajkovic var frábær í sumar. Komum með þessa glæsilegu Petr Cech húfu, eða hjálm kannski öllu höfður. Eftir atvik á Seyðisfirði. En já, Grindavík sem sé gerði í jafntefli á móti Selfossi á fimmtudaginn sem þýðir það að ef að KA vinnur hérna í dag þá geta þeir endurheimt toppsætið. Það er auðvitað nóg eftir þessu í dag, þetta er bara nýbyrja. Dagur hún að gera vel hérna, skýluboltanum tekur hann. Þeir ná honum strax aftur. Kristófur reynir hérna sendingu á Ágúst sem að sendir hann á Hákoninga en vel varist. Guðmann Þórisson þvílíkt öryggi af leikmanni hérna í vörninni. Ábyggilega magnað að vera í vörninni með svona mann sér við hlið. Og Baldvin skallar hann hérna, nei, hann fer út af. Hvað gerir Hrannar? Guðmann og Rajko vantilega þurrumar sig áfram, já. Já, þetta er rétt. Ítt þarna á bak og að sjálfsögðu aukaspyrna dæmd þarna. Elvar Árni fellur við, ekki dæmt. Og menn reyna hérna stungusendingu. Ágúst þarf að hlaupa út af kant til að ná þessum, heldur þessu á lífi. Og hvað gerir hann? Hörku skot hérna frá Ragnari en Rajko vandanum vaxinn í markinu, hann heldur boltanum líka, mjög vel gert. Smá stöðubaráttu hérna upp á mínútu leiksins. Heyrist vel í Túfa hérna á hliðinni. Náttúrulega
Við erum með ótrúlega gott skipulag á liðinu og eins og ég segi, menn vita nákvæmlega hvað Tufa ætlast til að menn gera í hverjum leik. Enda, eins og ég segi, liðið mjög vel skipulagt og það er það sem er að skila þeirri stöðu sem liðið er í dag. Elvar Árni fær hérna aukaspyrnu. Jói Kalli ekki beint sáttur með að dómarinn sé að flauta svona mikið, en ég held að það sé nú allt hárrétt sem er búið að vera hingað til. Hérna kemur boltinn fyrir. Alexander hittar hann ekki nógu vel hérna. Og boltinn aftur út á Hrannar sem kemur með það beint fyrir hérna aftur og Ásgeir reyndi hérna laum honum inn en hlaupið kom ekki og HK fær markspyrnu. Já, þeir reyna að spila hann út en svo kemur boltinn frá, enda var komin pressa strax á kantinn hérna, eða bakurinn. Dabbi missir að þessu, hvað gerist hér? Kristófer kemur hann út á kantinn sem að Ágúst Freyr býður. Vel gert á Baldvin hérna, situr hann nett á Júræ sem fær boltan náttúrulega, nei. Hallgrímur fekk hann hérna. KA mikið boltan en við bíðum ennþá vel eftir fyrsta alvöru færin okkar í þessum leik og hérna missum við boltan út af. Þeir eru mikið að reyna að fara upp kantana. Hákon Ingi hérna með hann, tveir á honum. Hann gerir vel og hérna kemur fyrirgjöfin og Rækó að sjálfsögðu vandanum vaxinn eins og venjulega grípur þennan, kemur hann strax aftur í leik og Alexander reynir hérna sendingu upp á Hallgrím og tekur vel á móti honum og einhver skiptingin á Ásgeir brotlegur, ítti klálega hérna við andstæðing sínum. Þetta er bara hárrétt. Dómari í dag er einmitt Einar Ingi Jóhannsson og hann er að, ég held bara allavega geti ekki settið út á neitt hingað til. Hallgrímur á litlu svæði er brotið á honum. Það er aukaspyrnuna hérna. Þetta er prýðis færi fyrir fyrirgjöf hérna. Hallgrímur tekur sjálfur hérna og KA fjölmenna í teginn. Já, ánægður með Einar Inga dómara hérna. Hann biður Jóa Kalla að hætta enda er búinn að láta tölvöld heyrast í sér hérna, en þetta kemur fyrirgjöfin. Ekki Ingi KA hérna. Og Baldvin tekur hann niður. Setur hann á Hallgrím sem að, hann skoppar yfir hann. Og hérna er tækifæri fyrir heimamenn. Og það er mark. Það er fyrsta markið. Þetta var já, Hákon Ingi skorar hérna gott mark. Þeir
gerðu þetta vel þarna. Komu fljótt á okkur í Sindrisóttinni og þetta bara það sem að þeir hafa verið að svo vantarlega leggja upp í dag. Hérna sjáum við þetta koma eiginlega 2 á 1. Bjarni rennir honum þarna fyrir og Hákon Ingi gerir vel í að klára þetta og staðan orðin 1-0. Já, ekki alveg svo byrjun sem við vorum að óska eftir en það ennþá nóg eftir að þessu. Archie liggur hérna eftir en kemur svo aftur upp. Já, eins og segi 1-0 og þetta var eiginlega bara laglega gert hjá heimamönnum. Kraftur í Kristófer hérna, hann nær boltanum og sækir hratt á, hérna kemur fyrirgjöf en Hrannar kemur þessu burt og Hallgrímur tekur hann niður. Gerir vel í að snúa hérna og kemur boltanum á Alexander Trinsic. Það gerir Hallgrímur hér. Nei, þetta gekk ekki upp og en koma heimamenn á okkur. Archie brýtur hérna á Ágúst Frey. Já, Alexander lítur hérna, finnur Júræ sem að, já, vel gert, kemur á Hallgrím og hvað gerir Hallgrímur? Setur hann á Júræ aftur og Júræ getur skotið, reynir það, en þetta er framhjá. Sjáum þetta aftur, Júræ gerir vel að potunum hann á Hallgrím og Hallgrímur setja hann tilbaka á Júræ. Júræ bara flott að reyna skotið en boltinn rétt framhjá. 19 mínútur liðnar að leiknum. Það kemur Arnar Freyr með útsparkið. Og þetta var flottur skalli en já, við þurfum að fara að ná betri stjórn á þessu leik. HK er að verjast vel og er að gera vel þegar þeir keyra svolítið á okkur. Þetta marki kom akkurat upp úr svoleiðis sókn. Það kemur fyrirgjöfin. Vel gert hjá Hrannari þarna. En sendingin ekki nógu góð og pressan heldur áfram. Já, þessi enda var út af innkasti og Baldvin tekur þetta innkast en já,
þetta er ekki verið einn glansbyrjun hér upphafi leiks, en eins og ég segi, þetta er bara einhver stuttumyndir búnar. Það er nóg eftir, en menn þurfa að fara aðeins að stilla sig betur af ef við ætlum að fara að fá eitthvað út úr þessu leik. Já, Þórsarar unnu, eins og ég segi, í dag 3-1 og Keflavík vann á fimmtudaginn, sem að þýðir að ef þetta fer svona í dag þá er ekki 7 stig niður í þriðja setið þegar það væru 4 leikir eftir. Það væri auðvitað gott að koma í veg fyrir tapið og halda þessari góðri stöðu sem við erum búin að koma okkur í. Hvað gerir Júra hérna, kemur fyrirgjöfuna. Ásgeir rétt missir að þessum. Hann var líklegast rangstæður, hann allavega flaggar hérna. En leikurinn heldur áfram. Og Háka færir innkast. Hérna líst mér vera á þetta. Það lifnar yfir KM í stúkunni. Það eru trommur og læti. Það er ágætlega stór hópur KM-manna hérna í stúkunni. Tölvöld fleiri KM heldur en HK menn hérna, sem er ánægilegt. Töluvert af yngri flokkum KM sem er að fara að spila fyrir sunnan helgina og því kannski fleiri en venjulega af norðamönnum fyrir sunnan. Flott að fólk sé að mæta hérna, en hvað gerist hér? Baldvin komst þarna í boltan en HK menn ekki par sátti með þetta, vilja víti þarna. Ég sá þetta ekki nógu vel. Hérna, sjá endursýningu af þessu. Já, mér sýnst þetta bara að vera pjúra touch í manninn. Ég held að við sloppum með skrekkinn hérna. Hákoningi féll hérna við og ég held að þetta hafi bara verið vítaspyrna allavega í fyrstu endursýningu. En dveljum ekki við það, við höldum áfram. Og hvað gerir Júra hérna? Júra leitar að opnun. Vinnur hornspyrnu. Já, var ekkert úr þessu. Og hvað gerir hérna? Þeir mega eiga það heimamenn að þeir eru góðir í skyndisóttunum. Hérna kemur fyrirgjöfin, en Rækó að sjálfsögðu grípur þetta. Rækó verið góður í sumar eins og ég sagði, en gat lítið gert í þessu marki. Það var alltaf bara vel spilað hjá HK. Og Ásgeir eltir hennan uppi. Og vinnur hornið, glæsilega gert hjá Ásgeiri. En já, KA á hérna hornspyrnu. Það væri gaman að ná marki sem fyrst. Aðeins að létta pressunni, það er auðvitað smá pressa á mönnum að reyna að koma tilbaka. Hérna kemur, já, þetta var áhugaverð útfærsla og hérna kemur fyrirgjöfin. Við komum svo frá og nú þurfum við að
verjast vel. Þeir eru að koma hérna hratt á okkur. Ég reyndi að setja hann persónulega hinum megin, en hvað gerist hér? Davíð Rúnar Bjarnason gerir vel og þrjumar boltann hérna úr á hættusvæðinu. Og sem betur verið það sé beint á Rækó. En HK-lið er stór hættulegt hér í dag. Þeir eru að spila einfaldlega bara mjög vel. Leikplan þeirra er að ganga vel upp. Og þú veit að sjá hvernig Túfa bregst við þessu. Reyna að senda í gegn en gengur ekki. Nú vil ég til að sjá okkur halda boltanum aftur aðeins. Staðan að Kílan vendalast fram. Hrannar kemur hann upp á Ásgeir. Já, nú skulum við aðeins láta bolta ganga. Það er rétt. Höldum þessu aðeins og reynum aðeins að finna hvar glufur eru í þessari vörn. Þó hann sé þetta ansi þétt. Reynum aðeins að teygja þá framar, þeir verjast aftarlega heimamenn. Ásgeir nær ekki þessu niður, þetta fer út af í innkast. Já, kemur boltinn loksins aftur í leik hérna. Já, þeir fá aukaspyrnu þarna. Þetta var svo sem rétt, en þetta var ekki mikið. Það kemur skot á laukufæri frá Ragnari Leósinni, en boltinn fór töluvert yfir markið. Rækó hefur nú væntanlega ráðið þennan ef þetta fara að markið. Hallgrímur reynir að keyra á þetta, veit af Júræ upp á kanti. Kemur hins vegar á Archie á miðjunni. Hvað gerir Hrannar? Já. Snýr að sér hérna og kemur fyrirgjöf. Já, Káa fara ekki í hornið hérna. Mér finnst þess að Ásgeir hafa skallað henni af í vardamann úthaf, en dómari ræður og það er markspyrna. Þessi fer beinustilega út af. Hákon Ingi töluveri pressu þarna. Archie tekur hann niður. Hvað gerir Archie hérna? Setur hann að Hrannar. Archie fær hann aftur. Það er ekki mikið pláss, en einhvers staðar hlýtur eitthvað að vera. Við finnum einhverja opnarnir hérna og fyrirgefin beint á Arnar hérna. Já, Arnar gerir vel í að ná honum hérna.
Þetta er rangstaða, hárrétt dómur. Já, Rækó kemur þetta vantilega með langa spyrnu aðeins út í hliðarlínu. Já, Júra tekur hann niður. Nei, mitt í Hallgrím, en Júra náði ekki að koma honum á Alexander sem var búinn að koma sér á kantinn hana í hornið. Og enn koma þeir rauðu og hvítu. Já, ekki sá ég þetta, en heimamenn vilja meina að það hafi verið olnbogaskot. Ég sé ekki alveg hver er það sem er líkur þarna. En já, heimamenn vilja meina að þetta hafi verið fast olnbogaskot hérna, en eins og segi, við sáum þetta ekki. KM reyna að ráða ráðum sínum hérna meðan leikurinn er stopp, en þurfa að fara að finna einhverja lausnir á þessari sterkri vörn HK-manna. Það var Kristófer Eggertsson sem stendur hérna upp. Lítur nú að harkita á sér og það hafði vantilega verið vont að fá högg. KM skila boltanum hérna aftur. Þegar heimamenn setta hann út af til að var þetta aðeins að kíkja á Kristófer sem var lág þarna. Já, og hann einmitt röltir hérna aftur inn á, þannig að heimamenn eru komnir aftur með fullskipalið. Júra gerir vel þarna, en Kristófer nær honum á endanum. Fyrirgjöfin slök fer beinustu út af. Og Rækó, nei, tekur ekki hratt. Og við erum vantilega fyrir honum fram núna. Ásgeir reynir að koma með Elvar, en það gekk ekki, en KA fær þetta innkast. Já, leifnar aftur aðeins yfir stuðningsmönnum KA í stúkunni og verða svolítið dautt yfir þessu bæði á vellinum og upp í stúku, en við erum aðeins að kveikja aðeins upp í þessu. Eins og segi, fínt ef við náum að halda boltanum aðeins að teygja á þeim og finna svo einhverja smá opnunir. Það hefur verið lítið um það hjá okkur. Við erum verið að missa boltan oft ansi fljótt og reyna að flýta okkur. Þurfum að gefa okkur smá tíma í þetta þegar lið verja svona aftarlega. HK á þetta innkast. Og já, Alexander gerir vel, sendir hann beint á Hallgrím sem að setur hann á Ásgeir. Ásgeir finnur hérna Archie.
En nú erum við í smá hættu hérna, koma hratt á okkur. Guðmann eins og að færa hann í sig og nær halda honum. Nei, setur hann út af. Þessi Guðmann er bara eins og klettur í vörninni. Hann stoppar ansi marga tilraunir andstæðinganna og hefur verið mjög góður í sumar. Já, frekar dött yfir sem ég segi. Þetta er heimamenn náttúrulega bara sáttir að vera komnir yfir og vera búin að vinna markið sitt. En hvað gerist hérna? Júrai eldir þetta uppi, nær honum, heldur þessi inn á. Hallgrímur með honum, vel gert hjá Júrai, kemur boltanum fyrir og Elvar tekið niður. Ekkert dæmt. Þarna var sko klárlega Elvar tekið niður en leikurinn heldur áfram hérna. Höldum við sig áfram. Við bíðum með endursýninguna vantarlega bolti verið út af eða eitthvað svoleiðis. En í fyrstu sýndist mér að hafa verið einfallega að vera tekið niður Elvar hana. Davíð Rúnar brýtur af sér hana og er að fá gult spjald hana fyrir bókina. Gult spjald á Davíð Rúnar. En sjáum þetta hérna aftur. Boltinn kemur fyrir og Elvarinn tekur hann niður. Ég get ekki betur segja en þessi bara pjúra víti. En ekkert dæmt. Ég get ekki séð betur en það sé bara vítaspyrna. Bæði lið hafa viljað fá víti í svona leik en hvorugt fengið. Hérna kemur aukaspyrnan. Júra reynir að verjast Kristófer hérna sem sittur hann tilbaka og boltinn alla leið á Arnar í markinu sem ætlar að þurfa honum fram. Júra skallar hann áfram, vel gert hjá Ásgeiri og hann nær hann niður, setur hann á Júra. Júra finnur Archie, er upptaka boltan af Archie enda kemur hann frá sér hérna. Ásgeir líklega rangstæður hérna og hann reynir ekki við hennar bolta. Baldvin brotlegur hérna. Heimamenn taka þetta stutt og kom boltan bara beint í leik. 40 mínútur búnar af þessum fyrri hálfleik. Hrannar nær boltanum vel hérna en Alexander ekki besta sendinguna en brot hjá Elvari sem að færa aukaspyrnu. Það fær Hrannar högg á andlitið. Liggur hérna aðeins eftir.
Ágúst Freyr sem að við væntanlega farið eitthvað í Hrannar hana. Þetta er vonandi ekki alvarlegt. Já, það er allavega eitthvað að vera að huga að Hrannari. Ég veit ekki alveg hvort hann hefði fengið kannski bara högg á auga eða eitthvað svoleiðis. Það var allavega að stoppa hann og lagðist niður. Og ræðir hérna við Einar Inga dómara. En sem við sýnist ætla að henda í dómarakast. HK væntanlega skilja boltanum bara beint aftur á Rækó. Já, Rækó tekur hann hérna. Hrannar stendur hérna upp. Og kemur væntanlega inn á eftir smá stund. Já, þessi fór upp í loft sem þýðir að KA á innkast. Þetta gerist ekki á Akureyrarvelli. Erfitt að hitta loftið þar. Ásgeir snýr hérna en nær ekki að halda boltanum hérna og en reynar að segja hratt á okkur. Hákon Ingi en hann er rangstæður. Það verður ekkert úr þessu. Og en reynum við að byggja eitthvað upp. Hrannar tekur hann niður. Finnur bróður sinn hérna. Og hvað gerist hér? Nei, Hrannar ekki alveg nógu góð jafnvægi hérna. Hefði verið ótrúlegt ef hann hefði náð að gera eitthvað úr þessu. Hann var, já, eins og segi, ekki í fullkomnu jafnvægi. En ágætist tilraun engu að síður. Við erum svona kannski aðeins að koma okkur betur inn í þetta, sóttalega séð. Ágætlega leyst þarna hjá Baldvin og Davíð Rúnari. Og Archie fær aukaspyrnuna. Þá erum við á síðustu mínútu venjulegs leiktíma í fyrri hálfleik. Stefnir allt í að heimamenn haldi 1-0 forystu sinni í hálfleiknum. En Júræ missir hann út af. Já, ekki búið að vera mikið opnanir í þessum leik, en bæði lið hafa viljað fá vítaspyrnu hvorugt fengið og ég held að bæði lið hafi rauninni haft töluvert til síns máls þegar maður sá þetta aftur, en eins og segi, staðan er 1-0. Guðmann missir boltar hérna og brýtur svo á Ágústi Frey og heimamenn er hérna aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Þurfum að koma þessu frá, við viljum ekki fá okkur annað mark hérna. Spurning er hvort þetta sé kannski bara síðasta sem við gerum í fyrri hálfleik. Ekki búið reyndið alltaf mikla tafir svo sem. Þá var reyndið að þetta huga tveimur, en hérna kemur þetta Leifur. Þetta var ekki langt framhjá, en skot Leifs rétt framhjá. Og Rækka tekur markspyrnuna. Spurning hvort að hann flauti þetta af. Hann
Einar Ingi þegar boltinn fer upp í loftið. Nei, hann heldur þess áfram. Bassi gerir vel, þarna kemur hann á Alexander sem að setur hann á Hallgrím. Hallgrímur, hvað gerir hann? Fáum hérna eina sókn. Hallgrímur kemur hann á Elvar Árna og Elvar Árni finnur Alexander. Alexander brýtur af sér. Heimamenn ekki alveg ánægð með Alexander þarna en þetta er nú bara að vera aukaspyrna. Þá erum við komin 2 mínútur fram yfir venjulegan leiktíma. Þetta er væntanlega að klárast hérna þessi fyrri hálfleikur. Já. Hérna flautar hann til hálfleiks, Einar Ingi dómari. 1-0 fyrir HK. Við séð markið hérna aftur áður en við stoppum þetta. Gera þetta einfaldlega mjög vel. Hvernig koma hratt á okkur. Við sjáum hérna. Skyndilega eru þeir komnir rauninni 2-1 og boltinn fyrir. Og já, einfaldlega vel klárað hjá Hákon Inga Jónssoni. Þetta er held ég þeirra, þetta er þegar þeir vildu fá vítaspyrnu heimamenn, Hákon Ingi móti Baldvin og já, mér sýnist Baldvin bara fara í Hákon Inga og þetta hefði alveg getað verið vítaspyrna. En hérna sjáum við þegar Elvar Árni var tekinn niður. Þarna vildum við fá vítaspyrnu á móti en ekkert dæmt og staðan er því 1-0 í hálfleik og við tökum okkur smá hlé. Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinu og skorar 1-0 hér á 4.-5. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál. Sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra. Við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
gerir Ævar, hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur. Já, verið velkomin aftur, góður áhorfendur. Styttist í síðari hálfleik hérna í Kórnum. Staðan er 1-0 fyrir HK. Vonandi að menn hafi farið vel yfir dagsverkið núna hérna í hálfleik, enda hefur ekki verið mikil hætta frá okkar mönnum sem afverið leiks, en Júra átti skot framhjá í fyrri hálfleik og Elvar Árni var svo tekið niður sem við vildum fá víti en ekki dæmt. Þannig að það er svona eiginlega það sem hefur staðið upp úr sóknarlega hjá okkar mönnum. En við fáum hérna aðrar 45 mínútur til þess að bæta úr því. Og þá er þetta að byrja hérna. Engar breytingar á liðunum. Og Hallgrímur fær hérna aukaspyrnu. Tekur hana væntanlega stutti á. Já, eins og við þurfum að gefa okkur tíma í að byggja upp sókn. Við getum ekki frýtt okkur á mikið þegar menn eru með svona pakka fyrir fram að sig sem að vörn heimamanna er. Alexander gerir vel þarna, heldur honum undir mikilli pressu og Hallgrímur það kemur fyrirgjöfin. Arnar Freyr misti á honum en það kom ekki að sök og hérna kemur boltinn fram. Hákon Ingi reynir að koma honum inn hérna en vel varist til okkar mönnum. Smá háloftabolti hérna. Og hérna já, komum boltanum í smá spil og Ásgeir kemur hérna. Já, þetta er rétt. KA fær hornspyrnu. Heimamenn vildu meina að þetta var markspyrna en ég held að sé hárrétt hjá
Einar Inga dómara og við fjölmennum í teginn að sjálfsögðu. Og hvað gerist hérna? Ekki mér fyrir hornspyrnan. Já, að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu, Elvar Árni jafnar metinn. Glæsilegt að fá þetta mark hérna og við erum komin aftur inn í þennan leik. Og það heyrist vel í okkar mönnum. Sjáum við þennan aftur. Hérna kemur hornspyrnan. Eða réttara sagt, hún kemur hér. Og Elvar Árni gerir virkilega vel hérna og staðan orðin 1-1. Og þetta nákvæmlega byrjunin á seinni hálfleik sem við vorum að óska eftir. Já, mikill léttir að þetta mark komið. Tekur smá pressun af mönnum og nú getum við farið að leita aðeins að betur að marki og HK þurfum að væntanlega koma aðeins framar á völlinn. Þó að jafnteflið þeirra væri nú samt alveg fín úrslit í fallbaráttunni. Þetta var erfið sending fram hérna frá Hinrik Atla. Það var Rækko ekki miklu vandræði með að taka henni bolta upp. En já, eins og segi, glæsilegt að vera búin að jafna það svona snemma. Allur seinni hálfleikurinn eftir. Hrannar og Ágúst Freyr eigast aðeins við. Hrannar skapheitur og lét Ágúst gjörsamlega heyra það. Ég veit ekki alveg hvað hann gerði við hann þarna. En þeir sleppa við spjaldið þarna. Boltið þarna, Guðmann setja hann tilbaka á Rækko sem þarf að sparka honum. Innkast. Kristófer boltan hérna, en vel gert. Og sjáum við Ásgeir hérna, boltinn ekki nógu góður og Hinrik Atli kemst fyrir þetta. Artsi tekur hann. Artsi fáránlega öflugur á miðjunni. Tapar auðvitað aldrei boltanum og ansinn að skora á nánum tilbaka einnig. Hérna finnur hann Hrannar út á kanti. Vel gert, helspyrna þarna og þetta hotspyrna. Viljum við ekki bara endurtaka leikið frá því rétt áðan. Það væri draumi líkast.
Sjálfsögðu fjölmennum aftur í teginn, við viljum vinna þennan leik. Hérna kemur hornspyrnan. En í þetta skipti þá nær Arnar fyrir boltanum, markinu. Ásgeir fær gult spjald, alltaf sé fyrir að hafa verið fyrir Arnari Frey markmanni þegar hann kastaði út, því það hlýtur að vera, en Ásgeir vill meina að það hefði brotið á sér eftir að hann náði boltanum, en hann var brotlegur undan, þá náttúrulega skiptir það ekki máli, en allavega gult spjald á loft á Ásgeir og leikurinn heldur áfram. Hrannar dettur þetta niður en fær sér aftur á fætur, tekur boltan, glæsilegur Hrannar hérna. Og reynir hérna sendingu á bróður sinn sem að Júræ tekur endanum. Hvað gerir Júræ? Við bara sjá Júræ plaffa þessu. Þetta var fín tilraun en af varnarmanni og út af og KA fær enn og aftur horn. Þriðja hornið núna í byrjun síðari hálfleiks. Og mér líst mun betur á hvernig leikurinn er að spilast núna heldur en fyrri hálfleikurinn. Það er verið að spila miklu meiri hraða og miklu meiri svona ákefð í þessu. Skora KA, skora, glímir hérna frá stúkunni. Hérna kemur þetta. Reyndum að finna Guðmann hérna en það var erfitt að setja þetta markið hérna. Og Artsi skilur boltanum út af, tekur enga stig. Eins og segja, allt annað að sjá til KA-liðsins hérna. Hallgrímur, hvað gerir hann? Finnur Elvar sem skilur hann beint aftur á hann en eins og segi, það er allt annað að sjá til KA-liðsins sem miklu meiri barátta á grimmd í liðinu og kemur ekkert óvart ef við myndum ná að komast yfir núna. En þá 40 mínútur eftir að þessum leik, þannig að það er nóg eftir. Ásgeir gerir vel, tók boltan hérna. Mér fannst nú bara ekkert að þessu. Mér fannst hann bara taka boltan. Heimamenn vilja spjald fyrir hættuspark en mér finnst það bara ansi gott fyrir HK að fá aukaspyrnu út úr þessu. Mér fannst hann bara fara vel í boltan hérna. Einar Ingi tekur milliveginn, dæmir aukaspyrnu á HK. En Ásgeir þarf auðvitað að passa sig, hann er kominn á spjald. Guðmann gerir vel hérna, skallar hann tilbaka á Rækó en fær samt aukaspyrnuna. Og djúpt hratt. Hérna kemur Hrannar. Þurfum kannski bara meira að spila honum með frá jörðinni. Menn eru fattir að komið svolítið harka innan leik hérna. Ásgeir fekk hérna þokkalegt högg á löppina og þetta hefur ekki verið gott. Rétt áður hafði Alexander Trinsits verið með tæklingu en í hvað menn eru farin að láta heyra ansi mikið í sig þó að menn séu bara einfalt að taka boltan. Mér finnst það kannski vera smá vitleysa hérna hjá bekknum á HK. En Einar Ingi hérna að láta Jóhannes Karl heyra. Hann er búinn að tuða inn í allan leikinn. En hérna er aukaspyrna. Ragnar Leósson býr sig undir að taka þessa spyrnu. Og hvað verður úr þessu? Rækó að sjálfsögðu öryggi uppmála.
Sendur hann á Júræ sem reynir að finna Hallgrím. Ásgeir með honum í pressu en rákvað að hafa þetta örugt, setja boltan aftur á markmanninn Arnar Frey sem að þaumar hann fram. Þetta er fínt að setja smá pressu á þá og halda. Þeir þurfa boltanum fram, þeir fá ekki að byggja upp spil. Alexander dæmdur brotlegur þarna. Hann er ekki sáttur með þetta, enda fannst mér þetta vera bara öxl í öxl, en aukaspyrnan er dæmd og við þurfum að verjast þessu. Þeir taka þetta stutt, hérna kemur skipting. Fá þeir innkast. Spurning hvort þeir ráði við að taka eitt langt. Leifur Andri skokkar hérna, hann mun taka þetta innkast. Þeir færa sig nær teignum. Það verður kannski einhver vegalengd í þessu. Nei. Já, Júræ stoppaði þetta en sókn heimamanna heldur áfram. Við þurfum að halda áfram að reyna að þjarma þess að þeim. Við höfum ekki leyfa þeim að draga tempóið aftur niður. Þetta var full rólegt í fyrri hálfleiknum hjá okkur. Já. Hérna kemur boltinn fyrir. Alexander kemur hérna. Sendur hann á Hallgrím. Og Ásgeir, hvað gerir Ásgeir? Veit að Hrannar er að koma þarna með sér og hann setur hann. Reynir að finna Hrannar sem að náði ekki til knattarins, en það var þetta erfið staða. Grímur sólar hérna og reynir skot, en Arnar Freyr var ekki miklu vandræði með þetta. Já, spurning hvort að menn séu fattar að huga skiptingu. Allavega eru, þetta sýnist allur bekkur káamanna að vera liðka sér til. Hér kemur Hákon Ingi, markaskorari heimamanna með skot, en það er framhjá. Já, eins og ég segi, HK er í bullandi fallbaráttu. Ef þetta fer svona þá verður 2 stigum frá fallsæti. Þannig að þeir að sjálfsögðu myndi alltaf ekkert neita þeir að fá öll stigin eins og staðan var í hálfleiknum. En á sama tíma þá viljum við fá öll stigin. Þá myndum við ná toppsætinu í deildinni á ný.
Sjáum hérna Alexander að sjálfsögðu vann þennan fyrsta skallabolta þarna. Hann er ótrúlega góður í þessu. Hér kemur Juraj. Boltinn fyrir. Komum boltanum frá og KA á innkast. Nálægt hornfánanum. Spurning hvort að Baldvin ná að kasta honum eitthvað. Ívar Örn sem að hefur oft séð löngu innkastinu okkar, hann er kominn í nám í Bandaríkjunum og verður því ekki meira með KA í sumar. Þetta er góður bolti og KA fær hornspyrnu, það var vel gert. Gott kast frá Baldvin. Og já, Juraj býr sig undir að taka þessa hornspyrnu. Það hafi verið töluvert hætta af þeim hérna í síðari hálfleiknum og óttalega fengu markið mitt upp úr hornspyrnu sem Elvar Árni skallaði listilega vel í markið. Hérna kemur þetta. Þetta var bara eins og skot á markið, hann bara að berga á línu. KA fær innkastið. Þetta var bara áhugaverð tilraun, þó ég hef kannski ekki reiknað með að Juraj hefði verið að reyna að skora. Hér kemur Hrannar. Með innkastið. Guðmar Reynir. Að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu! Alexander Trinicic er að skora og KA er komið yfir. Þetta er frábært, þeir eru komin yfir, búin að snúa þessu við. Tók aðeins 20 mínútur í síðari hálfleik til þess að snúa þessu við og þá skulum við sjá markið aftur. Þarna kemur langt innkast, smá bartingur í teignum. Guðmar Reynir skot þarna, Elvar Árni setja tilbaka og Trinicic neglir honum í markið, frábært mark. Og við erum komin yfir, gott fólk, 2-1, glæsilegt. Og já, manni er nú svolítið létt, staðan var ekki nógu góð í hálfleiknum en frábær byrjun á síðari hálfleik hjá okkar mönnum. Það er létt yfir gulum og glöðum KA-mönnum í stúkunni. Þetta er eiginlega magnað, þetta er bara eins og heimavöllur hérna, það eru töluvert fleiri í stúkunni. Eins og Sjötta myndi að syngja, þetta er ekki útivöllur. Já, þetta er frábært gott fólk og þetta þýðir það að ef þetta fer svona þá er KA að lyfta sér í toppsætið í deildinni en það er eins og segið, það er ennþá leikurinn ekki búinn. En þetta er auðvitað mjög mikilvægt. En hvað gerist hér? Bjarni Gunnarsson kemur boltanum fyrir. En að sjálfsögðu, Juraj tekinn niður. Spurning með spjald þarna. Juraj liggur eftir. Og hann fær einhverja aðhlynningu hérna. En sjáum hérna, eins og staðan er núna, þá er KA að fylla sér á toppinn með 39 stig. HK hins vegar eru þá einu stigi fyrir ofan fallsæti ef þetta fer svona. Og þannig að kemur ekkert óvart ef þeim myndur fara að leggja smá meiri kraft í sóknina. Enda þeir mega illa við því að tapa núna. En mér finnst skrítið ef hann spjaldar ekki fyrir þetta. Þetta var stoppar hérna skyndisókn og fór í hann hérna.
En nei, mér sýnist Einar Ingi dómari ætla að leyfa þess að sleppa. En það sem er kannski mikilvægast að ef að KA vinnur í dag þá höldum við 10 stigum á þriðja setið. Það er náttúrulega okkar helsta markmið í sumar, er auðvitað að fara upp. Og Rækó kemur boltan núna aftur í leik eftir hérna að Júræ búinn að ná sér. Hallgrímur Mar kemur núna Ásgeir. Hvað gerir Ásgeir? Nei, það var 1 á móti 3. Þetta var erfið staða. Hérna kemur Bjarni Gunnarsson. Leitar að einhverju. Frábær tækling hjá Alexander Trinicic. Leiðist heldur ekkert að tækla kallinn. Nýbúinn að skora þetta flotta mark sem kom okkur yfir. Gleymum væntanlega fáir langskotin hans á móti Leikni í Fáskrúðsfirði daginn sem var stórglæsilegt. Hann farin að skora svolítið, Alexander. Skulum kannski bara sjá mörkin aftur. Hérna sjáum við jöfnunarmarkið sem að Elvar Árni skoraði. Hornspyrna frá Júræ. Hérna kemur spyrnan. Glæsilega gert. Og hér sjáum við markið hans Trinicic. Smá barningur í teiknum. Guðmar inn í skot. Elvar Árni sitjum tilbaka á Alexander sem að þrumar hann markið og staðan orðið 2-1. En ennþá 20 mínútur eftir á þessu leik, upp á tíma. Þannig að við sjáum hvað gerist. Eins og segi, leikmenn HK vilja sjálfsögðu fá eitthvað út úr þessu leik. Þeir eru að sóast í ansi harða fallbaráttu. Reyna hérna sendingu upp. Davíð Rúnar nær boltanum hérna, sendir hann áfram á Elvar. Hrannar kemur hann upp á Ásgeir sem að ekta þetta. Já. Þetta var hættuspark. Ekki nokkur spurning. Hrannar kemur með þetta. Og Alexander tekur hann niður hérna. Setjum hann tilbaka. Og okkur liggur ekkert á, þurfum bara að halda svolítið boltanum og halda bara að reyna áfram að stjórna þessu svolítið eins og við höfum gert þetta í seinna hálfleik. Hallgrímur brottlegur hérna. Nú kemur sending. Hinrik ætli að taka niður. Boltinn í Archie sem kemur hérna og reynir sendingu á Elvar en boltinn aðeins á langur. Það var kannski svolítið þröngt svæði hérna milli markmanns og varnar. Þetta hefur verið erfitt að ná þessu.
Já, við fáum markspyrnuna þarna. Guðma gerir við bara í að fruma boltanum bara í andstæðing og út af. Ágúst Frey sem var fyrir boltanum þarna. Það er spurning hvort að menn séu fannar að huga einhverjum skiptingum. Hvorugt liðið gert breytingu hér í dag. Júræ nær honum bara aftur. Nei. En við höldum áfram að halda boltanum og að sjálfsögðu tekur enginn boltan af Archie Nkumu. Hann er ótrúlegur. Og Baldur með fyrirgjöfina. En verður ekkert úr henni. Sjáum hvað þeir gera hérna, reyna erfiða sendingu sem að Guðmann Þórisson ræði við. Bjarni Gunnarsson heldur boltanum hérna, setur hann á Hákon Inga. Þeir reyna að byggja upp sókn heimamenn. Náttúrulega svolítil vaskvisa framan í þá eftir fínan fyrri hálfleik hjá þeim, þá lentir undir. Guðmann ótrúlega öruggur í vörninni hérna. Þetta var áhugavert. Menn eru undir hérna og kom ekki boltanum beint á Hrannar. Tími vinnur ekki beint með heimamönnum. Hérna er fyrsta skipting leiksins. Maður númer 7. Ingimar Eli Hlynsson er að koma inn á. Sá ekki alveg hver það var sem kom út af fyrir hann. Við erum alveg Já, það var Ragnar Leósson sem fór út af. Fyrsta skipting leiksins komin korter eftir að þessu plús uppátími. Áfram Káa glimur hérna. Þetta er voru ágæti stefningum við þú. Að sjálfsögðu! Það er komið mark. 3-1 fyrir Káa. Elvar Árni er að skora aftur og hérna sjáum við markið aftur. Flott fyrirgjöf og hann allavega fagnaði markinu en ég er ekki fisk á þetta Elvar Árni. Ekki var þetta ekki mikið allavega en 3-1 er staðan. Og ég ætla að skrá þetta Elvar Árni, hann allavega fagnar þessu innilega. Og skilur svo engan undra, en það var þetta mjög gott að fá þetta mark. Nú erum við komið með fína fórustu og við hljótum að geta siglt þessu. Ok, menn Fótbolti.net setur markið á Júra Grísel, þannig að það er kannski bara rétt að Elvar Árni kannski bara snert hann ekki. Að Júra hafi skorað þetta mark. Við skulum skoða þetta aftur og eftir þegar boltinn fer út af. Archie fær hérna högg, liggur eftir, gult spjald á loft á Ingimar sem var að koma inn á. Við skulum sjá markið aftur. Það er að segja síðasta mark leiksins, nýjasta mark leiksins. Kemur fyrirgjöfin. Nei, þetta er ábúinlega bara Júræ, þetta er bara rétt.
Mér sýnist Elvar ekki ná að pikka í boltann. En það skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir höfstu máli er að bara bolti fór í netið. Staðan er orðin 3-1. Skulum ekki gleyma því að KA átti erfiðar lokamínútur hérna í fyrra sem að heimamenn skoruðu 2 mörk, snýru 2-1 stöðu KA yfir í 3-2 sigur sinn. Þannig að menn skulu vera áfram að tánum. Það þarf að klára hennar leik. En staðan er vissulega mjög góð. En úrslit.net setur reyndar á Elvar Árni hafi skorað. Þannig að þetta er við þurfum að skoða þetta betur að leikloknum. En Elvar Árni er auðvitað í hörku baráttu að reyna að vera markakóngur deildarinnar, þannig að kannski hans vegna bara strá markið á hann. En áfram heldur leikurinn hérna. Og reynir hérna skot Elvar Árni en kasta sér fyrir þetta. Og já, Archie fær aukaspyrnu þarna. Ekki eins gott, þeir voru að reyna að koma rætt á okkur. En ef við gefum okkur það að Elvar Árni hefði fengið bæði mörkin í dag, þá er hann komin upp í 9 mörk í deildinni. Að sjálfsögðu þrumar hann bara markið hérna, Alexander. En skora kannski ekki mörg svona mörk eins og Skerðamandi Leikni á tímabili. Líka þessi fínt að eiga það inni. Staðan er góð eins og er. Alexander með skallan fram hérna. Fram að tekur hann niður. Þetta var ekki... Já! Maður bara beið eftir að það myndi ná boltanum á honum, en það gerðist aldrei. Og staðan orðin 2-3. Þetta var Ágúst Freyr. Ágúst Freyr Hallsson með stórglæsilegt mark. Maður beið alltaf eftir að KA myndi ná að pikka í boltan, en það gerðist aldrei. Sjáum þetta aftur hérna. Tekur boltan hérna. Kemur sér nær fram hjá mönnum og smýr honum í fjarstöngina stöngin inn. Þetta er bara stórglæsilegt mark. Og já, þetta er fljótt að breytast. Þetta var, já, Ágúst Freyr Hallsson með frábært mark fyrir heimamenn og staðan orðið þá 3-2, eða 2-3. Það er líf í Kópavoginum. Grímur reynir hérna en komur sér frá. Eins og segi, það fór ekki vel í fyrra hérna í kórnum sem að lokamyndirnar fóru illa nokkar menn og skulum vona að það gerist ekki aftur. Guðmann lætur dómarann heyra. Hann á það til að láta aðeins heyra í sér. Það kemur bolti fyrir. Ekkert á þetta. Ágúst Freyr féll þarna. Ég get ekki séð betur, þetta hafi bara verið venjulegt klafs í teignum. En já, Einar Ingi, dómari hefur ekki verið á því að dæma víti í þessum leik. Hefur fengið nokkuð tækifæri til þess.
Ótrúlegt að skyldi enginn hafa verið klár þarna á fjarstönginu í heimamönnum og þessi bolti fór einfallega frá markinu. Þetta að opnast heldur betur hérna undir lokin. Nokkuð ljóst að við þurfum að vera virkilega á tánum ef við ætlum að landa sem sigri í dag. Þetta er sennilega rétt að Júra skora markið á hann. Við verðum sammála það. En nú munu heimamennir væntanlega liggja svolítið á okkur. Þetta er bara 1 mark sem munar. Það er ekki mikil forysta, hvað þá í leik sem þessum sem hefur verið að opnast núna. Hallgrímur nær boltanum. Reynum að segja hratt á þá. Brotið á honum. Misti hérna á skiptingu í heimamönnum áðan, þá fór Jökull Elísabetarson út af og Aron Ímir Pétursson kom inn á. Við erum svo nálægt bekknum hérna, við auðvitað að missa af þessu. Mér sýnist Bjarki Þór Viðarsson að gera sér líklegan að koma inn á fyrir okkar menn. Þetta fá ferskar lappir til að klára, til að sigla þessu heim. Kemur vantilega bara inn á næst þegar leikurinn stoppar. Nei, við klárum þetta hérna. Sýnist Ásgeir vera að koma út af. Ásgeir kemur út af. Inn á kemur Bjarki Þór Viðarsson. En Alexander skýtur ekki þetta skeyti. Reynum að halda boltanum. Það er mikilvægt að reyna að halda boltanum og nýta allan þann tíma sem við getum. Þetta vinnur tímið með okkur. Heyrðu, hvað að gerast hérna? Guðmann stoppaði þarna Hákon Inga á ögurstundu. Stefnir allt í spennandi lokamínútur. 4 mínútur eftir uppbótartímans. Og heimamenn eiga hornspyrnu. Hér kemur hún, lág. Guðmann kemur þessu frá. Og þetta engast eigum við. Mér sýnist menn ætla að hlaða í skiptingu. Sýnist Petti vera að gera sig kláran. Nei, það var einhver smá misskilningur á hver ætla að koma út af. Júra átt að koma út af, en heyrði það ábyggilega ekki og dómarinn ákvað að láta leikinn halda áfram. Fengum ekki spjald þarna enda svo sem fá smá tími í þetta. Hérna kemur skiptingin.
Júra þarf nú kannski aðeins að dreifa þetta. Júra kemur hérna. Það er smá hiti í heimamönnum enda staðan ekki góð fyrir það eins og Þá kemur engin annar en Pétur Heiðar inn á. Hann hefur stundum átt góðar innkomur fyrir okkur í sumar. Gleymum ekki innkominni gegn Keflavík sem hann kom inn á hvað, 84. mínútu ef ég maður rétt og var samt maður leiksins. Það er spurning hvað hann gerir hér í kórnum. Já, stuðningsmenn KA vita það að það er lítið eftir og það þarf að klára þetta. Það heyrist vel yfir núna. Og Rækó handsamar hennan knött. Við erum að sigla í 89. mínútuna. Hinrik Atli gerði vel að halda boltanum og fekk aukaspyrnuna og hérna kemur bolti langt. Menn þurfa að vera klárir í þetta. Boltinn er farin út af hornspyrna. Þetta er svo langt í frá að vera búið. Hornspyrna sem að HK á. Það skildi þó aldrei verða að þeir myndu ná að jafna þetta. Þetta kemur hornspyrnan. Það nær enginn í þetta. Það var vel gert. Elvar Árni náði boltanum og féll svo við. Þá er skipting hjá KA-mönnum. Sýnist Callum er að koma inn á. Og Hallgrímur kemur út af. Hallgrímur kemur hér út af og inn á kemur eins og ég segi Callum Williams. Þetta er svolítið varnarleg skipting en maður skildi nú ekki kvart yfir því í þessari stöðu. Það er lítið eftir af þessu. Ég veit nú ekki alveg hvað miklu bætti við. Hrannar tekur þetta innkast. Elvar reynir að halda boltanum hérna bara sóa tíma. Gerir vel að halda honum inn á. Kemur með góða hælspyrnu en já, Archie heldur svo lífi. Tekið niður en það er ekki aukaspyrnuna. Og hér koma heimamenn. Komið rúm mínúta í uppbótartíma. Brannar þarf að vera klár hérna á móti honum Ágústi Frey. Og Brannar. Maður er alltaf svolítið hræddur þegar það er svona lítið eftir og staðan er bara, þetta er bara eitt mark í þessu. Hér kemur boltinn að teignum. Rækó nær þessu endanum. Sex mínútur bætt við. Það er nóg eftir 6 mínútur. Ekki er ég viss að það hafi verið svona mikið af pásum í þessum seinni hálfleik en 6 mínútur er staðfest. Bjarki Þór sækir hornspyrnu hérna.
fara vantar ekkert allt of margir í teginn. Sjá, sýnst bara Elvar Árni vera svo eini í gulri treyju sem í teignum. Menn er svo mikið á tánum að mér þess að Túfa á tánum bókstaflega. Það vantilega stutt hérna á Archie, reynir að halda honum, enda eins og það erfitt að taka boltan af Archie. Og hann vinnur innkast. Nei. Dómarinn ákveður að dæma innkast fyrir HK. Línumörðurinn er ofan í þessu en það er samt dæmt yfir hann. En við stoppum ekki við það, höldum þetta áfram með þetta. Bolti kemur fram. Það verður núna skallar hann á Archie sem að kemur hún á Petta. Petti fær hann aftur frá Callum. Petti fyrir niður. Og fær aukaspyrnuna. Guðspil á loft, ég sá ekki alveg hver það var sem fekk þetta. Þetta er vantilega tekið stutt. Petti reyndi að finna Elvar Árna hana. En hér koma HK menn. Ég er alveg ennþá í smá sjokki að það hafi verið bætt 6 mínútur við hennan síðari hálfleik. Mér finnst það ansi mikið. Komum boltanum á endanum frá. Það er legið svolítið á okkur núna, skiljanlega. Við viljum náttúrulega klára hennan leik, fá stigin. Hvað gerist hér? Við þurfum að tala betur saman hana. Petti kemur þessu endanum út af. Vel gert hjá honum. Birkir var alveg með. Nei. Það verður Leifur Andersen tekur þetta. Hann kemur með langan. Guðmann reynir að skalla þetta. Archie með þetta. Enn er bolti við teginn. Elvar Árni komst fyrir skotið þarna. En enn halda þeir boltanum. Við þurfum að. Það var eitthvað svolítið gott fyrir taugarnar að ná honum. Aðeins að drepa tíma. Rangstaða dæmt. Og við öndum aðeins léttar. Þetta var nákvæmlega sem við þurftum. 5,5 mínúta komin fram yfir veljanlega tíma. Þetta er að klárast. Rækó gefur svo nátt tími í þetta. Og hérna kemur spyrnan. Petti fær hérna smá högga. Vel gert hjá Petta hérna. Heldur boltanum. Fer vantarlega upp að horninu. Veit að Trínisins með sér. Kemur hún á hann. Og þetta er búið! Þetta er búið, gott fólk. KA siglir hér öllum stigunum heim. 3-2 sigur hér í kórnum. Staðreynd. Þetta þurfti að hafa svolítið mikið fyrir þessu, en mjög góð frammistaði í síðari hálfleik. Skilar hérna sigrinum heim. Skulum kíkja á mörkin í þessum leik. Það byrjaði hérna, þetta sjáum við fyrsta mark leiksins sem að HK gerði. Það var á ferðinni Hákon Ingi Jónsson. Sjáum við. Það áttu ekki miklu erfiðleikum með að opna vörnina þarna og vel spila bara. Þetta er vel gert hjá HK og staðan var 1-0 í hálfleik. Strax í byrjun síðari hálfleiks, það er einhvers 2 mínútur búnar, þá kemur þessi hotspitana frá Júræ. Kemur hérna og Elvar Árni skallar hann inn glæsilega 1-1. Og á
65. mínútu kemur þessi langa innkast frá Hrannari. Guðmar reynir skot. Elvar Árni setja hann tilbaka á Alexander Trinset sem var þrumar við markið. Staðan er 2-1 þarna. Og svo erum við með hérna þriðja mark KA. Sjáum hérna Júrai Gríser kemur fyrirgjöf sem að Elvar Árni snerti vantarlega ekki og boltinn endar í netinu. 3-1. Og svo sjáum við hérna stuttu síðar á 81. mínútu. Þá var Ágúst Freyr Hallsson með virkilega flotta takta, setur stöngin inn og minkar muninn í 3-2. En nær komust þeir ekki og þetta endaði HK 2, KA 3 og sjáum þetta KA mennina. Þeir þakka stuðningsmönnunum fyrir góðan stuðning í dag. Stuðningurinn var flottur og við þökkum Óskari Helga Adamsinni kærlega fyrir aðstofuna á myndavélunni í dag. Við skulum rétt áður en við klárum þetta sjá stöður í deildinni. KA er á toppnum, 4 leikir eru eftir með 39 stig. Í öðru sæti er Grindavík með 38 stig og í 3. til 4. sæti er Keflavík og Þór með 29 stig. Þetta þýðir það að þegar það eru bara 12 stig eftir í pottinum erum við 10 stigum að undan liðinu í 3. sæti. Þetta er að hafa gott fólk en þetta er ekki komið. Og við minnum á næsta leik sem er heimaleikur á móti Selfoss næstu helgi. Við viljum að sjálfsögðu sjá okkur öll þar. Þar getur KA-liðið tryggt sér sæti í efstu deild. Þar höfum við ekki verið síðan árið 2004 en við þökkum fyrir okkur hér í dag. Takk fyrir.